Magnús, hvað voru svona helstu málin frá ykkur í Suðurnesjabæ sem þið vildu ræða við ríkisstjórnina? Sko, efst á blaði hjá okkur málefni barna með fjölþættan vanda. Suðurnesjabær hefur barist fyrir því að ásamt auðvitað fleiri sveitarfélögum að ríki taki þennan málaflokk alveg að sér. Fyrst og fremst náttúrulega til þess að halda utan börn sem ræðir, en líka auðvitað út af kostnaði. Þetta gríðarlegur kostnaði sem fellur til hjá þeim sveitarfélögum sem þurfa að leysa þessi mál. Og ég var nú svo ánægður á fundinum þegar það kom fram hjá fjármálaráðherra og barnamálaráðherra að það búið að ganga frá samkomulagi við samband íslenskra sveitarfélaga að ríki taki þetta yfir alfarið, sennilega frá því í júní næstkomandi eitthvað. Mér finnst þetta bara stórkostlega fréttir og gríðarlega mikilvægt fyrir Suðurnesjabæ og auðvitað þau sveitarfélög önnur sem í þessari stöðu. Þannig að þetta var aldeilis góður fundur á förstu degi fyrir okkur. Hvernig þetta búið að vara í eitthvað tíma hjá ykkur? Já, þetta búið að vera svona meira og minna undanfarin misseri og kannski, 3 ár, kannski eitthvað svoleiðis, sko. Misjafnlega mikið. En þetta verulega íþyngjandi fyrir útgjöldum fyrir sveitarfélagið og skiptir gríðarlega miklu máli. Þannig að hvernig verður þetta þá í framtíðinni? Þannig að þið eru með málið inn á borði hjá ykkur en ríkið greiðir? Sko, þetta snýst greiningu barna. Við erum að tala þarna svokallaða 3. stigs greiningu barna með fjölþættan vanda. Og mér skilst, ég nú ekki séð þetta samkomulag, mér skilst að þetta sé þannig að ríkið taki alveg yfir þjónustu við börn sem falla undir þetta 3. stig. Sveitarfélögin hins vegar annars þjónustu við börnin í 1. og 2. stig. Þetta tengist farsældarlögunum og þetta akkúrat það sem búið að vera að leggja til og leggja áherslu á undanfarin 3-4 ári jafnvel að þetta verði með þessum hætti og ég veit að frá síðasta ríkisstjórn þar var þetta mál nánast komið í höfn þegar það var ákveðið að efna til kosninga í haust eða í nóvember. Þannig að bara jákvætt að nú þetta ríkisstjórn fylgir þessu máli eftir og alltaf að vera að klára það. Það bara gríðarlega gott mál. Þið lýstu yfir áhyggjum ykkar núna nýlega 300 milljóna kostnað á þessu árlega, en er það kostnaður sem að þið greiddu á síðasta ári og munu greiða helmingana því þá ef þetta tekur gildi í júní? Já, sko, við höfum bara bent á það að kostnaður við eitt svona búsetuúrræði á ársgrundvelli einhvers staðar á bilinu 120-60 milljónir. Og þegar að ræða 2 einstaklinga, ég þekki dæmi það í sveitarfélögum að það eru 2 einstaklingar, að þá getum við bara margfalda þá tölum með 2. Þá vitum við hver svona áætlaður heildarkostnaður yfir árið og síðan hefur ríkið að vísu veitt sveitarfélögum styrk upp í þetta, en það nú bara, náttúrulega segir bara ekki einu svona halva söguna, en þó einhver smá stuðningur. En þetta svona þessar kostnaður sem áætlaður sé per einstakling, einhvers staðar 120-60 milljónir eitthvað svoleiðis, fer aðeins eftir hvað felst í þjónustunni. Var eitthvað annars sem að þið ræddu varðandi ykkar sveitarfélag? Já, ég lagði nú meðal annars áherslu á sjóvarnir og ég mun hitta innviðaráðherra fljótlega út af því. Við höfum náttúrulega eins og margoft komið fram bent á breytingar sem eru greinilega í gangi varðandi ágang sjávar og það bara greinilega hækkun á sjávarborði. Þannig að við höfum áhyggjur af því bara mörgum svæðum meðfram ströndinni eða með ströndinni og ég lagði áherslu á það ásamt auðvitað fór ég yfir íbúðaþróun og hvað við erum að gera og meðal annars erum við núna í vinnu varðandi þjónustu aldra fór aðeins yfir það þannig og fleiri fyrir mál, þetta var bara mjög gott fór tækifærið. Frábært.